Í ferðamannabæ eins og Húsavík hefur verslun og þjónusta vaxið nokkuð á undanförnum árum. Þetta er gjafa- og hönnunarverslunin Salvia sem staðsett í hjarta bæjarins. Hérna eru útlendingar tíðir gestir, auk heimamanna að sjálfsögðu. Eigandinn sagði upp ágætu starfi sínu og ákvað að skella sér út í verslunarrekstur með gjafa- og hönnunarvörur. Og í leiðinni þá reyni ég að taka inn ljósmyndirnar mínar og málverkin og vera með það líka. Það náttúrulega er hótel hérna hinum megin við götuna og mér fannst staðsetningin hérna bara vera mjög góð miðað við það. Draga traffíkina aðeins upp úr frá höfninni. Þannig að það er kannski svona helsta ástæðan. Þannig að þú gerir svona í og með út á ferðamannin? Já, ég verð náttúrulega viðurkenna það en mér finnst bara gaman að fá allt fólk hérna inn og ferðamaðurinn er náttúrulega bara bónus. Ég reyna að vera með bara blandaða vöru, hvort heldur sem er fyrir ferðamenn sem er að sækjast eftir svona einhverju svona sér íslensku og svo líka bara fyrir heimafólki sem hefur náttúrulega tekið mér alveg óskaplega vel. En þegar þú ert að velja vörur inn í verslunina, hvað hefur þið svona að leiðarljós? Ég náttúrulega reyni að finna eitthvað sem ég finnst sérstakt og fallegt og eins og ég sagði, ég reyni líka að hugsa kannski til svona lítilla fyrirtækja og svo reyni ég nú líka að láta eitthvað gott að mig leiða og ég get bent þessar fallegu körfur Mifugu sem eru svona fair trade verkefni. Þetta eru sem sagt kenískar konur í samstarfi við finnskan hönnuð. Þær sem sagt fá greitt þegar þær eru pantaðar hjá þeim körfur og svo þegar þær hafa lokið körfunni, þær vefa þetta úr plasti og sísali, þá fá þær sem sagt greitt og fyrir þetta byggja litla barnagarða í Kenía. En þú ert líka með matvæli eða matarkyns? Já, ég er með danska vöru frá, það er franskur kokkur Nicolas Wahe sem býr til svona gourmet vöru, svona matvöru og hann er reynda líka með mjög fallega hönnunarvöru í tengslu við þetta og það er bara mjög vinsælt hérna. Þetta eru alls konar matvörur frá salti og súkkulaði og pestói og sultum, alls konar dótari. Erlendir ferðamenn sem að koma hérna inn til þín, eru þeir sérstaklega að leita yfirleitt eftir íslenskri hönnun? Já, þeir náttúrulega horfa svolítið eftir því, vinsælast hér, það sem ég er að selja er íslenskt salt. Það er bara alveg gríðarlega vinsælt. En já, þeir eru líka að leita eftir því og svo eru þeir auðvitað að leita eftir lópapeysum og vettlingum og já, þeir leita eftir íslensku. En það er ekki samt það eina sem þeir kaupa, þeim finnst margt spennandi. En þú ert ekki bara í því að mála, sagðirðu, það er ljósmyndadellan? Já, það er ljósmyndadellan er voðaleg della, skal ég segja ykkur. Það var þarna fyrir rúmum 2 árum síðan. Þá eignaðist ég svona eins og maður sér almennilega myndavél og ég held ég hafa bara fundið ástina í lífi mínu. Ég hef bara ekki stoppað síðan og tek bara stanslaust myndir og er með hana bara með mér alltaf. Ég var einmitt svo heppin að einn félagi minn í áhuga ljósmyndarklúbbum, hann bauð mér að hvort ég vildi taka þátt í sýningu með sér niður á Bryggju og ég sló til og við fórum í samband við hann Pétur Jónasson ljósmyndara sem er með alveg svaðalega prentgræju og hann prentaði út myndir fyrir okkur á 10 metra langan dúk og það er auðvitað bara ofboðslega gaman og bara mikil upphæð fyrir mig Er það þá helst útlendingar sem að kaupa myndir af þér? Já, það eru útlendingar, það er nú bara þannig. Ég ætla að byrja þig á eftir að sýna okkur svona 2-3 myndir en áður hún gerir það. Þú ert í raun og veru hálfgerður ferðamála fulltrúi hérna inn í búðinni. Já, ég meina hingað kemur náttúrulega mikið af fólki og það er að fá upplýsingar eitt og annað og hvert það á að leita og hvað það á að gera og áhugaverða staði Þannig að þú svona á stundum ræður því hvert ferðafólki fer? Já, það er bara eins og með svo margt maður getur stýrt ýmsu En eigum að skoða 3 myndir, Alma, þessi fyrsta sem að kemur hérna upp, þetta er íslenska kindin Sauðfé. Já, þetta er þannig að þessi mynd er tekin fyrir ári síðan í Hraunsrétt í Aðaldal. Ég ólst upp í Aðaldal í alveg 10 ár og mér þykir mjög vænt þessa rétt, enda hún afar sérstök og hún er öll steinhlaðin. Og þegar það er verið að reka kindurnar úr, ég veit ekki hvað ég kalla þetta, almenningnum yfir í réttina, þá taka það stundum á rás og það er ofboðslega gaman að sjá kraftin í þeim og þá sérstaklega lömbunum, hvað þau geta stokkið og þessi mynd er einmitt ein af þeim myndum og sérstaklega að sjá hvernig hina kindurnar færa sig til að verða ekki fyrir. Og ég er mjög gaman að taka myndir þegar það er dálítil orka og kraftur í kringum mig. Og næsta
mynd sem við fáum, þetta íslenski hesturinn. Það íslenski hesturinn annu aftur sem er bara svo guðdómlega fallegur. Ég tek alveg gríðarlega mikið af myndum af hestum. Við eigum hesta og ég ólst upp með hestum og mér finnst þetta bara svo falleg skepna. Og ég tala nú ekki þegar við fáum svona himinn á bakvið eins og þarna sést alveg hreint hausthiminin, iðandi af ljósi og skýjum. Þetta bara guðdómlegt sko. Og næsta og þriðja myndin sem við fáum, það nú eiginlega svona, þetta mynd af hesti og þér líka. Já, þessi mynd var nú bara svona óvart til. Þetta svona þegar maður að byrja að taka myndir og þá er maður ofta að æfa sig og hvernig virka vélin og hvað að gerast og allt þetta. Og ég semst að taka mynd af hesti sem við eigum og ég eitthvað svona að vísa inn í augað á honum og smelli af. Þeir fyrir skoða þess að býtu, ég þessari mynd og ég get ekki að hlæja þessu því að ég svona eins og ég virka í auga hestins, ég svona eins og lítill hobbiti, að reyna að ná þessari mynd og mér þykir mjög vænt þessa mynd af því að hún svona, þegar maður fattar hvernig maður getur gert eitthvað. Maður sér það alveg á þér að þér finnst svolítið gaman í vinnunni. Já, það ofboðslega gaman í vinnunni og hér alltaf líf og fjör og ég veit ekki, það myndast eitthvað svona ákveðin stemming. Svo vinkonirnir að koma og færa með kaffi og spjalla og bara fullt af skemmtilegu fólki, bæði í íslensku og erlendu og maður kynnist mörgum og þannig að þetta bara yndislegt. Ég bara ánægð.